Blómlegt lista- og menningarlíf Hvammstanga hefur vakið athygli undanfarin ár, en þar mikið af hæfileikaríku tónlistarfólki, metnaðarfullt leikfélag, brúðuleikhús á heimsmælikvarða og margt fleira. Í eldri hluta bæjarins svo menningarsetrið Holt, þar sem Birta Þórhallsdóttir rekur heimili, bókaútgáfu og heldur menningarviðburði. Og hún þó ekki höfuðpaurinn sjálf, það kötturinn Skriða sem stjórnar í Holti. Nei, hann ekki kisa. Ritstjórinn, eða ekki? Jú. Segðu mér aðeins frá Holti. Hvað ertu að gera hérna í Holti? Já, ég svona stærsta starfsemin bókaútgáfan Skriða sem heitir eftir kettinum því að hún stjórnar öllu sem framfer. Ég eiginlega svona talsmaður hennar. Já. Og það var eiginlega bara eitthvað sem gerðist mjög fljótt eftir ég flutti inn í þetta hús af því að mér leið bara svona eins og ég væri á hverjum degi í listamanna residensíu og hugsaði bara ég ætla að gera eitthvað svona kreatíft hérna. Og já, það eina sem ég saknaði eiginlega úr Reykjavík var svona bókmenntaviðburðir, ljóðakvöld, upplestrar. Það var svona eina sem ég fann ekki hérna. Þannig að já, ég hugsaði með mér að ég geti bara gert það hérna í stofunni. Og þú hefur verið að halda svoleiðis viðburði? Já, bara bjóða fólki að koma í svona húslestur eiginlega. Þannig að þá eru ýmis skáld sem hafa komið og náttúrulega þegar bækurnar kom út. Það hefur bara verið mjög hugguleg stemming, kaffi og notalega heitt bara svona í lítilli stofu. Svolítið svona þröngt en bara líka mikil nánd við listamennina. Þannig að það líka skemmtilegt samtal sem maður getur ekkert alltaf átt. Sem bara ótrúlega gefandi líka. Að fá fólk í heimsókn til að lesa upp og svo hafa verið að koma stundum listamenninga að skrifa þegar ég fer ekkert í frí. Þannig að þá leigi ég húsið út. Já, þannig að þetta í rauninni bara svona hálfgerð listamiðstöð. Já, þannig lag, nema ekki opin svona beinilins þannig, þetta náttúrulega heimili mitt líka og ég náttúrulega að vinna að hluta, þannig að en fólk samt alltaf velkomið að koma og kaupa bækur náttúrulega og ef það opið hús þá náttúrulega bara allir velkomnir. Annars sniðugt að fylgjast með ykkur á Facebook-síðunni til dæmis. Já, það inn á Facebook bæði Skriða bókaútgáfa og Holt menningarsetur. Birta aðflutt úr Reykjavík en átti þó tengingu við Hvammstanga frá unga aldri. Rólegheitin og nálægðin við náttúruna henta henni vel. Ég hef alltaf verið mikið að skrifa og teikna og hef alltaf lesið mjög mikið, hef alltaf verið mikill lestrarhestur. Þannig að já, þetta komið fljótt í mér sem krakki og mamma arkitekt þannig að hún skildi alveg þessa þráhyggju hjá mér að þurfa að skapa þannig að hún kynnti mjög mikið undir það hjá mér og bara foreldrar mínir og fjölskyldan þannig að ég var send mjög ung bara á námskeið í myndlistarskólanum og já, þau hvöttu mig að sækja mér ritlist og svo einhvern veginn vatt þetta upp á sig þannig að núna ég búin að mennta mig í því fyrst í myndlistinni og svo ritlistinni. En af hverju býrðu ekki bara í Reykjavík? Af hverju hér? Það náttúrulega eins og þið sjáu dýrðar útsýni nánd við hafið og náttúruna og bara mér finnst það bara það hægara tempó hérna þannig að mér finnst það betra fyrir svona skapandi störf. Maður hefur bara meiri tíma til þess að sinna því. Ég hef náð að gera miklu meira hérna heldur en í bænum því þá einhvern veginn maður alltaf á snatti og finnst maður þurfa að hitta fólk og svona og þá var það sem gaman að þá það samt líka þegar maður í svona hvað maður að segja dálítið þannig vinnu að maður þarf bara smá frið og tíma til þess að skapa að þá líka gott að geta bara tekið á móti gestum þegar það henda manni en verið síðan bara svolítið út af fyrir sig að vinna. En hvernig ritstjórinn? Hún mjög ströng? Já, frekar sko. Það til dæmis var einhver mús að sniglast daginn, ég held að hún hafi ætlað að henda inn handritið en hann var ekki vel við hana. Hún beið þess ekki bætur að hafa komið í heimsókn. Já, henni var hafnað. Nei, en annars bara já, mjög gaman að skoða náttúrulega öll handrit en það náttúrulega þannig að þetta lítil útgáfa að það náttúrulega ekki mikið sem ég get gefið út hverju ári og ég náttúrulega bara að gera þetta með kísunni svona í sjálfboðalega vinnu og svo erum við að sækja styrki og það svona oft fyrir prentun kannski og svoleiðis. Þannig að hingað til hef ég dálítið verið svona að velja einhvern veginn bara verk sem að ég treysti mér til þess að vinna með sjálf sko líka. Já, þú velur í rauninni og kötturinn. Já. Þið veljið það sem að ykkur langar til þess að. Já, og það hafa alveg komið slatta af innsendum handritum og þá hef ég bent fólki á, ef að mér líst á það að sækja styrki og ef það gengur þá yfirleitt ég tilbúin til samtal sko. Og sérstaklega ef það
Ég hef svolítið svona sett markmið að vera með örsögur og smásögur og ljóð. Það er svona dálítið það sem að ég hef áhuga á. Þó að allt sé möguleiki en það er svona, já, það sem ég hef helst áhuga á og er heldur ekkert svo mikill markaður fyrir þannig að þetta er ekki svona, já, mér finnst að bara það er reyndar mjög jákvætt að það sé að koma fleiri forlög núna sem eru svolítið að setja markið á allt sem er ekki bara peningar og söluvernd, heldur bara að gefa út fallega gripi og geta nefnt til dæmis Dimmu og Unu útgáfuhús sem að mér finnst mjög skemmtilegt að sjá að eru svona að gera svipaða hluti og eru að, þú veist, leggja mjög hart að sér við að búa til fallega gripi úr bókinni. Segðu mér bara aðeins hérna að lokum frá húsinu. Er þetta gamalt hús? Já, þetta er byggt 1908, þannig að þetta er orðið yfir 100 ára og friðað. Þannig að þetta er, já, með elstu húsunum hérna á Hvammstanga. Og náttúrulega búið að gera það upp og ég var svo heppin að það var dásamlegt fólk sem að var búið að því áður en ég flutti. Þannig að ég eiginlega tók bara við þessu svona alveg eins og eins og úr bara draumum, sko. Passaði bara eins og flísi rass hérna? Já, það var dálítið þannig, sko.